Komdu sæll kæri hrútur, þá er komið að eldmerkjunum og þú ert fyrstur í röðinni. Hrútur minn góður, orkuspilið sem þú færð hér í byrjun júlímánaðar er þetta hér. Hér höfum við spil sem heitir Decompose á ensku, en það myndi væntanlega útleggjast sem niðurbrot. Það er eitthvað í lífið þínu sem að þarf á þessari orku að halda. Þessi orka boðar endi á einhverju, eitthvað sem er úr sér gengið og búið að þjóna sínu hlutverki, sem að má bara sleppa og leyfa að brotna niður. Það getur verið á hvaða svið sem er, en orkan er allavega að koma inn til þín, þannig að það er undir þér komið að nýta þér hana. Þessi orka táknar líka nýjan tilgang, alveg eins og þegar lífrænt efni brotnar niður og verður síðan fæða annarra lífvera, eins og hérna í þessu tilviki þessara sveppa. Og taktu bara fagnandi á móti þessari orku og nýttu þér hana í næringu fyrir það nýja sem er að koma inn til þín. Ok, þá tökum við hérna nokkuð spil. Kjarni málsins hjá þér, minn kæri hrútur, hann felst í því að gefa og þiggja. Það er einhvers konar verkefni sem á sér stað hérna þar sem þú hefur næga krafta og nægan orkuforða til að gefa af sjálfum þér. Og þetta snýst að skapa flæði, þannig að þú fáir líka tilbaka. Ef til vill ertu búin að vera að hjálpa öðrum eða aðrir hafa verið að bjóða þér sína aðstoð og það getur verið að það sé til bóta fyrir ykkur báða. Þannig að það er svo orka sem kemur hérna inn sem svona miðjan í því sem að þú ert að taka þig fyrir hendur. Og þá er það hvað hjálpar þér eða hindrar þig í þessari orku sem þú ert í. Og það er eiginlega spurning samvinnu. Það að vinna með öðrum hefur jákvæð áhrif. Vinna í litlum teymum og líka það sem hjálpar þér er auðvitað að fá smá hrós og viðurkenningu fyrir það sem þú ert að gera. Hjólin eru að snúast og þú getur nýtt þér þessa orku, þessa samvinnu orku sem er hér. En ef þú kýst að streitast á móti henni þá gæti það orðið þér fjötur fót varðandi þetta sem þú ert að gera. Þannig að fyrir þig, kæri hrútur, akkurat núna er best að leika með öðrum og gefa af þér og þiggja í jöfnum mæli. Það sem er augljóst og sést hérna vel á yfirborðinu, kæri hrútur, það er einhvers konar samband eða tengingar við aðra manneskju, oftast eina manneskju, gætu verið fleiri. Þetta gætu verið ástarsamband, náið vináttusamband eða samband sem er á einhvern hátt skipa stóran sess í hjartaðinu. Þú ert að laða að þér það sem þú ert að gefa frá þér og orkan í þessu spili er kröftug og falleg. Þetta er líka spurning að velja rétt, að snúa þér að því sem að gleður þig og velja það sem veitir þig þroska en ekki það sem rífur þig niður. Þannig að fylgdu tilfinningunni varðandi þetta, kæri hrútur, og það er greinilegt að þú ert að gera það því að þetta er það sem er augljóst í þínu lífi. Það sem ekki er eins augljóst og það sem er undir niðri. Það eru ákveðin vonbrigði, ákveðin erfiðleikar, særindi. Ef til vill hefur ekki fengið allt eins og þú hefði viljað.
Kannski eru þessi tengsl eða þessi tenging erfið og ef til vill þetta spurning eins og fyrsta spili sem kom hérna að sleppa tökum og leyfa einhverju að brotna niður. Þú ert ef til vill fastur í gömlum síðum, gömlu sambandi eða einhvers konar gamalli leið, orku til að vera til. Undir niðri verið að benda þér á að nú kannski komin tími til að kveðja á einhvern hátt. Nú þú gæti líka hafa verið eða átt eftir að upplifa einhvers konar sorg eða erfiðleika. Og það ekkert nema eðlilegt, kæri hrútur, við lífið gengur upp og niður alla tíðina og þá bara spurning hvað það sem hefur valdið þessari stöðu sem þú ert í akkurat núna, hver undanfarinn og hvað búið. Og það sýnist mér vera bara það að þú hefur ákveðið að gefa hlutum séns, þú hefur ákveðið að sleppa tökum á hlutum. Sem segir mér bara að þú ert í ákaflega góðum málum varðandi það að fylgja flæðinu sem í lífinu þínu. Þú hefur ákveðið að taka sénsa eða séns og leyfa þér að vera dálítið frjáls. Fíflið sem kemur hér upp táknar líka barnslegt sakleysi. Það að leyfa sér að vera til og njóta og hugsa ekki endilega afleiðingarnar fyrir kannski á morgun. Það orkan sem hefur komið þér hingað og þú skalt ekki syrgja það, kæri hrútur, þó að eitthvað hér eigi eftir að valda í vonbrigðum. Njóttu þess á meðan það varir og þú verður aldrei fátækari af því að fylgja hjartanu eða fylgja því sem að innsæið segir þér. Það sem framundan, kæri hrútur, hingað ertu að fara. Það falleg, flæðandi tilfinningaorka. Þannig að þrátt fyrir vonbrigðin eða erfiðleikana sem að komi hérna upp áðan, þá það eitthvað sem á eftir að ganga yfir og flæðið mjög fallegt framundan. Þar sættir og fyrirgefning, líka ákveðin heilun, þannig að þú ert að fara inn í tímabil sem gott fyrir þig, þar sem að þú ert í sterkri andlegri tengingu, í tengslum við þína verndara, þína engla, þína leiðbeinendur og njóttu þess að vera í því heilunarflæði sem að á leiðinni til þín. Því að þú hefur virkilega unnið fyrir því. Þú hefur leyft þér að fylgja tilfinningunum þínum án þess að þurfa að hræðast það og þú velur í raun og veru hér með þessum spilum að taka við sorginni jafnt sem gleðinni, ef að svo má segja. Ok, síðasta spilið, kæri hrútur, heilunarspil. Hér færðu spilið sköpun sem bendir þér á að leyfa sköpunargleðinni þín að njóta sín. Málaðu, skapaðu, byggðu, búðu til. Það alls konar möguleikar hérna í stöðunni og með orkunni sem kom hérna áðan sem að bendir til fallegs tilfinningalegs flæðis, þá ættirðu að geta nýtt þér hana til að skapa eitthvað kraftmikið og fallegt. Það hérna gluggi tækifæra sem að opnast fyrir þig, takt á móti honum inn í lífið þitt. Þú færð með þessu aukið sjálfstraust. Ef þið vilt þarftu að æfa þig eða halda áfram að æfa þig í einhverju sem þú ert að gera, eins og hér stendur. Hvað sem það þá verið að benda þér á að
nýta þér þetta til að búa til og tjá þig. Þannig að þetta er falleg skapandi orka sem er hérna á leiðinni til þín. Ok, kæri hrútur, svo mörg voru þau orð. Ég óska þér allsins besta með þetta, ljós og kærleikur. Kæra ljón, þá er komið að spilunum þínum. Ég er að lesa fyrir eldmerkin núna og bókamaðurinn er á eftir þér í röðinni. Fyrsta spilið sem þú færð, kæra ljón, það er svona ákveðið. Orkuspil sem segir til hvað orkar að koma inn fyrir þig núna í byrjun júlí. Og það er þetta hérna spil sem heitir Geysir. Vá, þetta er kröftug orka. Kröftug óvænt orka sem kemur inn. Hér erum við að tala einhvers konar losun, einhver spenna sem hefur verið að byggjast upp. Getur verið varðandi eitthvað mál sem þú hefur verið að fást við, eitthvað sem þú hefur verið að bíða eftir, sem að skyndilega brestur á með látum. Og þetta getur verið ábending til þín að það sé komin tími til að sleppa tökum á einhverju og hætta að halda aftur að þér. Ok. En hvað sem það er, þá er þetta eitthvað óvænt sem að gerist skyndilega. Ok, spennandi. Kæra ljón, kjarni málsins hjá þér þessa dagana, staðan þín. Hún kemur hér. Þetta er spil sigurvegarans, eitthvað sem þú hefur verið að gera sem að þar sem þér hefur liðið eins og sigurvegara. Þú ert búin að klára eitthvað og það hefur gengið vel. Fólk tekur þér opnum armum með viðurkenningu og fögnuði og þú ert ánægður með dagsverkið. Passaðu bara að setja þig ekki á of háan hest. Haltu auðmýktinni, kæra ljón. Ljónunum finnst gott og gaman að fá aðdáun, skulum við segja, sem er allt gott og blessað, en það er ábending hérna að halda auðmýktinni. Því að ef til vill hefðirðu ekki verið á þessum stað nema með aðstoð annarra. Við skulum sjá hvað hjálpar þér eða hindrar þig. Já, kæra ljón, það sem hjálpar í þessu ferli, það er þetta óvænta sem er að koma inn. Nýttu þér það í botn hvers eðlis sem það er. Það mun birtast næstu daga eða ef til vill er það nú þegar komið inn í lífið þitt. Þetta er eitthvað sem á eftir að fá þig til að jafnvel skipta skoðun, þetta á eftir að hrista upp í tilverunni þinni. Væntanlega á jákvæðan hátt. Þetta getur verið endir á einhverju. En nýttu þér það þá bara til að skapa nýja jákvæða byrjun. Og það er einhver gildi hérna sem að þurfa að hrynja til þess að því nýja megi komast að. Ok, það sem er augljóst, kæra ljón, og er uppi við hjá þér. Það er jafnt flæði þess að gefa og þiggja. Þetta spil er búið að koma upp hjá mjög mörgum. Þetta er greinilega eitthvað þema. Hér er verið að tala að gefa af sjálfum sér, að hafa nóg í sjálfum sér til að geta gefið öðrum. Þetta er spurning að skapa flæði. Allsnægta í raun og veru. Að koma jöfnuði á. Þetta er líka spurning að þiggja hjálp eða biðja hjálp. Ef að einhver réttir fram hjálparhönd, þá er að gera að taka henni og síðan geturðu alltaf launað fólki á einhvern annan hátt. Þetta er það sem er augljóst og það sem allir sjá þegar þeir horfa til þín, kæra ljón, og þú ert búin að vera í þessum fasa eða ert
í þessum fasa, þar að segja þú hefur allt til alls, bæði efnislega og andlega, og ert í þeirri stöðu að geta gefið af þér. Kannski er það eitthvað sem að þú átt eftir að reka þig á næstu daga, sem þú þarft að hugsa um. Það sem er undir niðri og þú ert ef til vill ekki að sjá og aðrir ekki heldur, það er bara þessi gríðarlegi fögnuður og tilfinningarlega fullnægja, skulum við segja. Það er eins og ég var að segja áðan, þú hefur allt til alls. Hér er hamingjusöm fjölskylda undir regnboganum, gæti ekki verið fallegara. Hvort sem þú átt stóra fjölskyldu eða ekki, þá táknar þetta það að þú ert að upplifa hámark einhverjar ánægju, einhverjar tilfinningarlegar ánægju í lífið þínu. En þetta er undir niðri, þannig að ef til vill ertu ekki farin að taka það inn ennþá, eða átta þig á því að þessi ánægja er til staðar. Kannski er málið kæra ljón að sýna þakklæti, að þakka þeim sem ber að þakka, til þess að þessi orka fái almennilega komist inn í hjartað þitt, því þetta er þannig orka að þú þarft eiginlega að upplifa hana á svolítið djúpan hátt. Takt á móti henni. Nú aðdragandinn að þessari stöðu sem hér er uppi og það sem er búið að vera að gerast. Það er þessi tilfinningakóngur hérna. Konungsorkan er alltaf sterk. Þetta er vatnskóngurinn sem er í tilfinningaflæði, oftast nær, ekki alltaf í tengslum við tilfinningar sína samt. Þetta gæti verið þú, kæra ljón, og þína tilfinningar eða einhver annar í þínu lífi. Þú gætir hafa verið að koma út úr þessum fasa eða ert jafnvel þar ennþá, þar sem að tilfinningar skipta þig máli og þú ert kannski búin að vera að díla við eitthvað varðandi tilfinningarnar þínar. Ef til vill hefur tilfinningaflæðið verið óvenju mikið, þú hefur verið að upplifa eitthvað, kannski hefur orðið skotin eða ástfangin, kannski hefur verið að takast á við eitthvað stórt í þínu lífi eins og það að stofna fjölskyldu, eignast börn, stofna fyrirtæki sem hefur veitt þér mikla ánægju. Þetta er allavega spil sem ber vott um það að þessi hlið hefur verið uppi við undanfarið. Eða eins og ég segi að þetta er manneskja sem hefur verið að hafa áhrif á þig. Þó þetta sé konungur þarf ekki að vera karlmaður, getur verið líka kvenmaður. Ok, það sem er framundan, kæra ljón, sem afleiðing af því sem er í gangi, það er mikill styrkur. Hér er keisarinn mættur, keisarinn stjórnar og stýrir og keisarinn er sá sem kemur hlutum í verk. Keisaraorkan er eldorka, hún er orka hrútsins og keisarinn er sá sem fyrirskipar hluti og þetta er svona no bullshit energy, no bullshit orka. Ég veit ekki alveg hvernig á að þýða það. Allavega keisarinn horfi beint fram og hann slær hnefanum í borðið þegar hann þarf og það sem hann segir það gildir. Það sem þarf að varast með svona sterkri orku er náttúrulega að fara ekki í hinar öfgarnar og verða harðstjóri. Það kann aldrei góðri lukka að stýra. Reyndu að stýra og stjórna með mildi eins og orkan sem að þú varst að koma úr. Leyfðu henni svolítið að vera með í för, en þú ert greinilega að fara að byggja eitthvað upp, einhverjar hugmyndir sem að þú hefur haft sem að þig langar að koma í framkvæmd. Og mjög sterk orka sem kemur inn með því.
Hér færðu lokaspilið þitt, kæra ljón, sem heilunarspil. Þetta eru, hvað ég að segja, tímagöng. Hér spurningum að læra af fortíðinni til þess að opna dyr inn í framtíðina. Fortíðin hérna ákveðin lykill að því sem koma skal. Þannig ef þú nærð að tengja við það, nýttu þér það þá til góðs. Það heilun hér líka, eins og kom upp áðan. Það að segja tilfinningaleg vellíðan. Þetta tilfinningaleg vellíðan sem nær langt aftur eða það verið að tala hérna hluti úr fortíðinni þinni og jafnvel úr fyrir lífum ef þú trúir því. Þetta rosalega sterk orka sem gæti valdið því að þú verður pínu hræddur eða hrætt, kæra ljón, við það sem á eftir að koma, sem óþarfi því að þú ert sterkur einstaklingur. Leyfðu tímanum að heila, stendur hér hugrekki og viska og frelsi. Hugrekki eitthvað sem að þú ert með í miklu mæli í keisaraspilinu þínu hérna, því að ekkert framkvæmist án hugrekkis í heimi keisarans. Þannig að þetta spurning að heila gömul sár, gamla tilfinningar, læra af fortíðinni, sýna hugrekki og visku og halda ótrauður og frjáls inn í það sem framundan. Kæra ljón, þetta voru spilin þín í þetta sinn. Ég óska þér allsins besta, ljós og kærleikur. Kæri bógamaður, þá komið að þínum spilum. Þú ert síðastur í röðinni af eldmerkjónum. Og fyrsta spili sem þú færð hér sem einhvers konar orkuspil fyrir byrjun júlí, það kemur hér. Vá, það engin smá orka. Hér þú í þínu rétta elementi, eldselementinu, kæri bógamaður. Þetta hvirfilbylur. Sterk orka sem erfitt að ráða við, eða ómögulegt jafnvel. Það greinilegt að eitthvað að fara að breytast, mikla breytingar, jafnvel kaos sem að koma hérna inn í byrjun júlí. Eitthvað sem á eftir að fá þig til að byggja upp á nýtt eða þurfa að breyta plönum. Og þetta eitthvað sem þú ræður ekki við, þannig að það til einskis að streitast á móti, en best bara að reyna að sjá hvernig hún getur gert það besta úr þessu, eða nýttir þessa orku þér í hag. Engin ástæða til að panika. Þessi orka getur auðvitað verið mjög góð í vissum tilvikum þegar það þarf að hrista upp í hlutum. Ok. Við skulum þá sjá hérna áfram hvert fyrsta spilið sem að þú færð sem sýnir kjarna málsins með þessa orku í gangi. Hér höfum við eitthvað sem þú ert að hugsa að koma á koppinu, sem maður segir. Það að segja að koma einhverju af stað. Byrja einhvers konar fjáröflun, byrja að búa til eitthvað með smá peningum, koma hlutum frá A til B. Þetta byrjunarorka, þetta ung orka, ný. Ef þetta varð fjármuni þá ekki miklu fjármuni hérna á ferðinni, heldur svona einhvers konar startup, ef við getum sagt sem svo.
Gosin ungur, hann reynslu lítill en hann vill vel og hann sér fullt af tækifærum. Þannig að það sem getur hjálpað þér eða hindrað þig í þessu ferli, hvað þetta nú sem þú vilt fara að byggja upp. Já, það í raun og veru skortur. Skorturinn dálítið erfið orka. Ef þetta skortur á fjármunum, þá þetta spurning að reyna að leysa þá hlið. Þetta getur líka verið skortur á umhyggju, skortur á athygli, að þér líði eins og þú sért hafður út undan á einhvern hátt. Þú saknir einhvers sem að þið finnst vanta inn í lífið þitt núna. En taktu eftir því með þetta fólk sem hér í vesæld að hjálpin til staðar. Hún sýnir sig hérna í glugganum fyrir ofan þau. Myndin hér upplýst. Það að segja að þau þurfa að horfa upp til að sjá hjálpina. Kannski ertu ekki að horfa í kringu þig og ertu ekki að taka eftir einhverjum leiðum sem að gætu nýst þér til aðstoðar. Þú ert svolítið fastur kannski í þinni vesöld, ef við getum sagt sem svo. Þó að það þurfi ekki að vera, þó að það þurfi kannski ekki endilega að taka svo sterkt til orða. Ok, við skulum halda áfram. Hvað augljóst í þínu lífi? Það sem aðrir sjá og þú veist af. Það akkúrat það að það eru tilboð tækifæri sem standa til boða. Þessi riddari tengist tilfinningum því þetta bikarriddarinn. Ef til vill eru einhver tilfinningatilboð í gangi. Kannski einhver að gera hósur sínar grænar fyrir þér. Kannski einhver búinn að bjóða þér eitthvað sem að lítur vel út, sem að færi þig til að gera vonir að þér geti liðið vel. Kannski einhver hreinlega að játa þér ást sína. Einhvers konar bónorð, þetta getur líka verið þú sem ert að gera slíkt hið sama við einhvern annan. Og þetta það sem augljóst. Það að segja, fólk veit að þetta í gangi og sér að þetta í gangi í þínu lífi. Leið og það hugsar til þín. Þannig að skorturinn sem var hér áðan ef til vill ekki tilfinningalegs eðlis, meira efnislegur. En við skulum halda áfram. Hvað það sem þú sérð ekki? Það sem undir niðri. Og hvað það sem aðrir sjá ekki heldur? Það ákveðin kvíði, ákveðið vonleysi, erfiðar tilfinningar, erfiðar hugsanir, ætla ég að segja. Hugurinn svolítið að spila með þig. Hann að mála hlutina verri en þeir eru. Þetta eitthvað sem þú ert ekki búin að átta þig á ennþá, en átta eftir að átta þig á með tímanum. Og það þýðir ekkert að vera með óþarfa kvíða, búast þér til óþarfa áhyggjur. Það dregur bara úr hlutum og gerir hlutina verri. Þetta það sem að krauma undir niðri, jafnvel svefnlausar nætur, og ekki að hjálpa þér í stöðunni. Kannski þetta einhvers konar yfirþyrmandi tilfinning og að þér finnist þessi tilfinninga að þessi ástúð sem verið að sýna þér hér, kannski finnst þér hún vera yfirþyrmandi og ef til vill ertu bara þannig staddur tilfinningarlega að þú ert ekki í ástandi til að taka við henni. Við skulum sjá, hver aðdragandinn að því sem verið að sýna þér hérna og hvaðan ert að koma, hvað búið. Hér kemur upp annar gosi sem aftur og enn og ný orka, þannig að þetta eitthvað sem nýtilkomið, en þetta búið að gerast.
þessi gosi er með ýmis plön, hann er ekki eins praktískur og hinn gosin sem kom hér í upphafi. Hann sér möguleikana í hlutum, hann er drifinn áfram af innri eldi. Hann er tilbúinn að fórna einhverju til að koma hlutum á stað og þetta er orkan sem að er búin hjá þér, kæri bógamaður. Þetta er vissulega þín orka, þetta er eldur. Eitthvað sem segir mér bara eitthvað nýtt, eitthvað ungt hefur verið og er búið að kvikna og það er það sem hefur komið á þennan stað þar sem þú ert akkurat núna. Hvað er framundan? Hvert ertu að fara, kæri bógamaður? Mikið fallegt spil sem hún færði hérna fyrir orkuna sem framundan er. Hér er heilun, hér eru sættir, hér er mikið tilfinningalegt, fallegt flæði í gangi, getur verið á milli þín og annarra manneskju, milli þín og fleiri aðila. Ef að þetta er spurningum tengingu, ástarsamband, eitthvað slíkt, þá segir þetta mér að þessi kvíði sem við sáum hérna áðan, hann á eftir að víkja fyrir meira uppbyggilegum, nærandi, heilandi tilfinningum. Þér tekst að komast yfir þennan ótta, þennan kvíða yfir tilfinningunum sem eru hérna í gangi og þú átt eftir að uppskera fallegar, góðar, jákvæðar tilfinningar sem byggja þig upp. Ok, gæti nú ekki verið fallegra, kæri bógamaður, þannig að þrátt fyrir þarna ákveðna takmarkanir þú ert að fara inn í mikið fallegt flæði. Heilunarspilið sem þú færð hér að lokum, bógamaður góður, það heitir uppskera, uppskeran. Njóttu ávaxtanna af erfiðinu þínu og þetta spil táknar orku, táknar lífsorku ætla ég að segja, mikið jafnvægi, visku og það að ljúka tímabili eða fasa til þess að hið nýja geti fæðst og það er akkurat það sem þú ert að gera, kæri bógamaður. Þú ert að segja bless við fortíðina, þú ert að kveða þennan kvíða í kútinn og opna þig á nýjan hátt fyrir betra flæði. Þetta spil tengist sterklega jarðarorkunni og það getur verið gott fyrir þig einmitt að jarðtengja þig með því að vera út í náttúrunni og veita þig nægan svefn, hugsa vel líkamann. Í þessu spili er líka falinn stuðningur og það að þakka fyrir og kunna meta allt það góða sem þú hefur. Þannig að uppskera á ýmsa vegu. Kæri bógamaður, ég ætla að kveðja þig með þessu jákvæða spili og þessum fallegu skilaboðum. Gangi er sem allra best, ljós og kærleikur.